Hæ. Mér leiðist. Það ekkert að gera. Ég fór út áðan og það var alveg hrikalega kalt. Sjáu þið, ef þið kíkið út, þá lítur út fyrir að vera alveg svakalega gott veður. En það sko alveg svakalega ískalt úti. Það ekki hægt að vera úti. Maður þarf bara að vera í einhverjum geimbúning svo manni verði ekki kalt. Svo Villi. Hann upp í sumarbústað með mömmu sín og pappa. Og Gói, hann einhvers staðar út á landi með mömmu sín og pappa. Og Einar, sem á heima hérna við hliðina á mér, hann í afmæli hjá ömmu sinni. Hvað hún að bjóða honum? Hann ekki að vera hérna að leika við mig, þannig ég eiginlega bara einn og hef ekkert að gera. Þannig að það þarf eiginlega, sko, maður þarf að finna upp á einhverjum svona sniðum innileikjum fyrir einn. Það hljómar ofboðslega sorglega, sko, en það hlýtur að vera hægt að finna einhverja leiki sem að maður getur bara verið einn í. Og ég þarf nefnilega, sko, að vera hérna inn í herbergja því að ég má ekki einu sinni fara fram að því að mamma að skúra. Þá spora ég allt út. Þannig að ég verð að vera hérna inn í herbergja allan dag. Sko, ég man eftir einum leik. Hann mjög skemmtilegur. Það var sko svona, í hann þarf maður að vera með flösku og snæri. Flaska og snæri. Svo var einn annar sem var mjög skemmtilegur. Það voru svona að henda spilum í hatt. Spil í hatt. Svo eitt, ef þið eigið teygjur, svona stórar teygjur heima hjá okkur, þá hægt að fara í mjög skemmtilegan leik einn, en þá verðið líka að vera með spegil. Teygju grín, já. Sko, þá ég allavega búinn að finna upp á einhverjum svona 3 leikjum sem að maður getur verið einn í og skemmt sér alveg konunglega. Nú þarf ég bara að finna flösku, snæri, hatt, spil og teygju. Svona, sjá ég, nú ég búinn að setja svona penna í þetta snæri. Svo setja hann utan mig, svona sko, og inn í lykkjuna og, maður sjá, svona sko. Nú ég búinn að binda pennan, sjáu þið. Og ef ég setja svona aftan á hérna sko, hann ekki þarna? Jó, hérna hann. Svo þá flösku, setjum hann hér. Og svo þetta náttúrulega að því að maður einn, þá þarf maður að keppa við tímann sko, því að maður hefur engan annan til að keppa við. Og hér ég með svona klukku, þannig að maður getur tekið tímann sko. Og sjá, upp á bói. Svona. Hérna sekúnduvísir. Og hérna flaskan. Og pennin þarna á rassinum. Ok. Það var alveg kjur sko. Það má ekki sveiflast. Svona. Og svo þarf maður að byrja standandi. Byrja alveg standandi. Fylgjast með tímanum. 1, 2 og byrja. Og þá reyni ég að setja pennan ofan í flöskuna. Svona, nei. Og maður má ekki hreyfa rassinn of mikið sko. Þá byrja pennin að sveiflast. Ó nei. Wow, þetta ekki gott. Nei. Já! Penni í flösku. Og maður sjá tímann? Já. Svona 30 sekúndur sko. 30 sekúndur. Svo getur maður bara reynt að bæta meti. Sjá. Það prófa. Áttu hvað ég get núna sko. Jæja. Hvað? Og jupp. Nei. Jupp. 25 sekúndur. Bætti meti. Þetta tekur alveg rosalega í lærin og allt sko. Þetta bara góð æfing. Já. Þá erum við búin að leika okkur með snæri, penna og flösku og næst það hattur og spil. Jæja, í næsta innileik
alveg nauðsynlegt að hafa hatt og helst svona pípuhatt. Ég fékk þennan pípuhatt hjá afa. Hann notaði hann rosalega mikið þegar hann var unglingur og var í skóla og svoleiðis, en svo var þetta ekki töff. Þannig að hann bara gaf mér hann. Þannig að ég nota þennan hatt svona stundum sko, þegar ég er svona eitthvað að fíbla svona dúbudú, halló, góð daginn. og svo þarf maður að vera með spilastokk. Og í einum svona spilastokk eru 52 spil. Sjáum. Já, 52. Og svo setur maður hattinn einhvers staðar. Eins og hérna til dæmis merkt svona X. Þá hef ég bara hattinn þarna. Og svo labba ég kannski svona 3 metra í burtu. Og svo stendur maður og hendir öllum spilunum eins langt og maður getur og reynir að hitta ofan í hattinn. Og þetta dálítið erfitt sko. Eins og við sjáið. Já. Svo alltaf að fara aðeins nær líka sko. Vera bara hér kannski svona 2 metra. Þetta eitthvað biluð spil. Svo þetta að vera nær. Þá hittir maður kannski. Þetta svona metri. Já. Þetta leiðilegur leikur. Maður hittir aldrei. Maður þarf stærri hatt og minni spil eða eitthvað sem að svífa betur. En það einn leikur sem ég kann í viðbót með spil sko. Það mjög skemmtileg, miklu skemmtilegri. Sjáðu. Ég nefnilega og var stundum með mömmu, þá vorum við alltaf að búa til sko. Bjuggum við oft í svona hús. Svona sko. Maður þarf að vera með rosalega góðan flöt. Helst þarf maður að vera með teppi eða eitthvað. Sjá. Svona. Þetta bara eitthvað öllu spil. Það ekki hægt að byggja hús, það ekki hægt að henda henni hatt eða neitt. Ég ætla að finna eitthvað skemmtilegra til að gera. Jæja, sko, nú ég búinn að fara í flösku og snærisleikinn. Svona. Sko, ég búinn að reyna að henda spilum í hatt. Það var ekki gaman, sko. Gekk rosalega illa, maður þarf að æfa sig í því. Og nú sem sagt eitthvað sem heitir teyjugrín og það mjög skemmtilegt. Maður þarf að vera með nokkrar teyjur, ég með teyjur og svo þarf maður að vera með speil. Það dálítið atriði sko. Já, eitt speil hérna. Oj. Þetta eitt speil. Annars sko. Uppasi. Fýtt speil sko. Vá, þetta flottasti speil sem ég hef séð á ævinni. Sjá, komi. Svona sko. Svona. Sko. Maður þarf að vera með sko nokkrar teyjur. Og það sem maður gerir, Góðan daginn. Hello, Clarice. Svona hægt að leika sér endalaust sko. Og svo getur maður alltaf breytt. Þessi dálítið ströng. Svona getur maður leikið sér. Maður sjá. Vá, þetta er dálítið óþægilegt sko. Svona. Vá, ég er eiginlega bara alveg óþekkjanlegur. Þetta er ekkert smá skrítið. Þetta er skemmtilegt. Svo getur maður að setja á hökunina líka sko.
Ég eiginlega sé ekkert með þessu auga, ég sé bara eitthvað smá með þessu. Sérðu, eyrun eru bara eiginlega að hverfa. Og þau sem tók ekkert smá mikið pláss á hausnum. Það slitnaði inn. Maður getur eiginlega látið eyrun alveg hverfa. Gott kvöld, góðir gestir, og er hjartanlega velkomin í Teyjugrín með Svepp og Krull. Ha, þetta er gaman. Þetta er samt örugglega skemmtilegra ef maður er með einhverjum, sko. Eins og Villa eða eitthvað. Ég er til að vera með Villa nú. Hann myndi hlæja þessu, sko. Ja, það er ekki að hugsa það. Við sjáum. Ég er að drepast í nefnu. Svo er eitt, sko, svo er nefnilega þar maður, sko, ef þið ætlir að prófa þetta eitthvað, sko. Það er nefnilega dálítið vandasamt verk að taka þetta af sér, sko. Það er nefnilega svona eins og með plásturinn, sko. Það þarf að gerast svona snöggt og örugglega, sko. Ef það væri nú hægt. Og sjá. Já. Á. Á. Vá! Þetta var bara svo að hafa verið með einhverju rosalega grímu. Þetta var flott. Eðal Teyjugrín. Jæja. Það hengar speilin upp. Svenni! Já. Vertu inn í herbergi! Já, allt í lagi. Þú veist vel að ég er að skúra. Vá, hún er búin að vera skúr í allan dag. Maður má ekki fara fram. Til þess að fara yfir Ótrúlega kalt úti. Enginn að leika við. Eiginlega ekki neitt hægt að gera, sko. Jæja. Úabla. Það er kannski allt í lagi að manni leiðist einstöku sinnum. Mamma sagði stundum, þú þarft að læra að vera einn með sjálfum þér. Ég nenni því ekkert. En það er kannski rétt hjá henni. Maður þarf að geta verið einn einstöku sinnum. Bum bum bum.